Komið sæl og verið velkomin í hlaðvarpiðinnar Bókaást, en í þessu hlaðvarpi ætlum við að fjalla af mikilli alúð bækur og allt sem við kemur bókum. Og hér eru með mér, ég náttúrulega stödd í búðinni þeirra, Sölku bókabúð, Dögg Hjaltalín, bóksali, útgefandi, eigandi og Anna-Lea Friðriksdóttir, líka bóksali, útgefandi, eigandi. Þær eru allt í öllu og hér erum við með stóran hluta af bókaflóðinu íslenska í ár sem á þeirra vegum. Er það ekki? Jú. Mjög stóran hluta. Þetta er alltaf, þetta er alltaf svolítið svona, nú þið komin hingað, alla bækurnar eru komnar frá öllum þessum. Nei. Það ennþá, við erum ennþá að bíða eftir einu skipi. Já, nei, það kom í höfn. Já. Ég veit þið fylgist með skipasiglingum. Já. Er það ekki? Jú. Með bara símanum. Já, vessel tracker bara. Það er mjög mikilvægt að vita nákvæmlega hvar bækurnar eru. Geta verið válynd veður út á sjó. Válynd veður, skoðafull. Það getur verið orðið dramatískt. Já, nákvæmlega. En þið hafið lagt mikla rækt við svona, hvað ég segja, ákveðna bókaflokka og ég er sérstaklega ánægð með og ætla að grípa hérna í Úlf og Ylfu, sumarfrí, með teikningum eftir hana Auði Ýr Elísabetardóttur og mér finnst hún vera bara í heimsklassa. Já, hún er æðisleg. Er það ekki? Jú, við erum líka með tattoo frá henni. Nei. Við erum með Sölku tattoo, við erum með logo. Við erum miklar auðar konur. Og það er það á stað sem hægt er að sýna? Nei. Mitt er hérna. Já, mitt er á löppinni. Já, ok. En svo erum við líka með önnur, eða þú veist. Hún gerir svona bók á mig. Já. Það er gott að hafa hann í Já, liði með sér. já, ég veit það. Já. Hún hefur unnið margar bækur með okkur. Mjög hrifnar af henni. Já, mér finnst líka bara að skipta, bókin er eftir Ingilífu Friðriksdóttur og Maríu Rut Kristinsdóttur. Það sem mér finnst að skipta máli er að í raun og veru gera börn læs á myndhönd. Gera þau myndlæs, ekki bara læs. Skiptir máli. Algjörlega. Og svo er það Lóa. Indi. Já, Hún er algjörlega. algjör snillingur, Hún er mjög fyndin. Og kannski ef þú talar myndlæsi, því að hennar myndir eru kannski skýrasta dæmi það sem að bæta svo ofboðslega miklu við. Þú veist, það er margt sem ekkert sagt í textanum, svo þú lest bara út úr myndunum, sko, og þú þarft að svona finna húmórinn eða kaldhæðnina eða hvað það er, sko, þú veist, út frá myndinni. Þannig að það eru alveg fullkomin dæmi það, finnst mér, sko. Já, ég sammála því. Af því að það verða líka tilfinningalæs af því að lesa myndasögubækur. Já, algjörlega. Vanmeta þær. Algjörlega, sko. Síðan þú ert náttúrulega veiðikona, sko. Já, við báðar. Og þið báðar. Já. Og hér erum Þegar við erum ekki í vinnunni, þá erum við að vera. Af því líka þetta er svona bók það sem hún skrifar sjálfur, sko. Upplifunin og veginn. Já, einmitt. Já, við ákvæðum þess að við erum lengi búin að velta fyrir okkur að gefa út svona bók. Og svo gáum út svo fallega bók fyrir nokkrum árum, Fjallamenn, eftir Guðmund frá Miðdal. Já. Og hann er svona frábær veiðimaður og lýsir svo fallega og teiknar fallega myndir. Þannig að við notum efni við úr Fjallamönnum í þessa bók, sko. Svona tilvitnanir og myndir eftir Guðmund frá Miðdal og svona. Já. Það er nefnilega eitt kafli í Fjallamönnum sem heitir Við straumana. Þannig að bókin svona heitir í höfuðið á þeim kafla. Þetta er svolítið skemmtileg pæling. Fiskarnir, tegund, stærð, agn og veiðistæður og tungstæðan tekin sérstaklega fram. Já, það bara skiptir allt mjög miklu. fagmennska út í einn. Já, skiptir mjög miklu máli. Svo erum við með bók Jón Ársæls Þórðarssonar, Já, Bjólfur, já. æskuminningar. Við erum búin að liggja mjög mikið í fjölskyldualbúmunum hjá Jón Ársæli. Hann kom með svona stóran plastkassa með öllum myndunum og við erum búin að fara í gegnum þetta held í 3 svar. Það hefur ekki verið leiðilegt. Hann er svo skemmtilegu maður. Hann er mjög Já, skemmtilegur. mjög. Og þetta er mjög bara skemmtileg bók, Æskuminningar. Hann býr við hliðina á mér, sko, þannig að það er mörg ár síðan sagði við hann bara þegar þú gefur út alla skrifabók, þá erum við til í að gefa hann út. Þannig að bóksalinn, hann hvílir sig aldrei. Nei, alltaf í vinnunni. Já. Nágrannar fá ekki frið. Nei, alls ekki. Ef þú ert upprennandi rithöfundur, þá skaltu flytja í Vesturbæinn. Og hvar átt þú heima? Ég er í Kópavoginum, sko. Kópavogur og Vesturbæinn. Þessi finnst mér mjög falleg. Þetta er matreiðslubók,
Fræ, eftir hana Örnu Engilbertsdóttur. Hún bara glæný, bara nýkomin í Vestmannaeyjar. Við erum með útgáfupartí bara á morgun, meira að segja, þannig að það er... Já. Hún æðisleg. Við erum svona eins og með matreiðslubækur, þú veist, að því við gerum okkur alveg grein fyrir að margir náttúrulega flett upp uppskriftum á netinu og svoleiðis. Þannig að við vitum það alveg að þetta þurfa að vera svolítið svona fallegir gripir og eigulegir og þú veist, allavega eins og ég nota matreiðslubækur er meira svona innblástur og þú veist, mér svona finnst gott að handleika þær og gaman að skoða þegar mann dettur ekkert í hug hvað maður á að gera og er með matarboð kannski og eitthvað. Og þetta er náttúrulega allt svona úr plönturíkinu. Og alveg svakalega bragðmikið og gott og svolítið svona asísku yfirvæði svona stundum. Já, það er bara mjög mett. Við erum alltaf með í tökunum, sko, í matreiðslubókunum. Það er svo gott að borða. Nei, og líka þá er eftirvinnslan auðveldara. Veistu, þú veist, hvað réttur er hvað og hvað uppskrift á við og við röðum því saman, mynd og... Einmitt. Mér líst mjög vel á þessa bók og ég sé að uppskriftirnar eru einstakar. Það skiptir máli núna á tímum. Já, algjörlega. Á þessum tímum, þar sem allt flæðir allt. Það séu einstakar. Svo erum við með Kynsegin og þetta er sjálfsævisaga og á mikið erindi í dag. Já, algjörlega. Það vantar bækur fyrir ungmenni sem að þurfa að geta speglað sig í sögumanna. Já, algjörlega. Já, algjörlega. Og þetta er svona aðgengileg, bara mjög útskýrandi. Já. Hún einmitt, þú veist, en þetta er svona þessi akkurat, sko, þessi svona, sem kallað graphic novel eða myndasaga, því hún segir alveg jafn mikið á þessum 240 síðum í myndasögu eins og hún myndi gera í örugglega 400 síðna textabók, sko. Akkurat. Hún er svona, já, náttúrulega bæði fyrir ungmenni og líka bara fyrir fullorðna, eins og þessar myndasögur eru. Mjög áhrifamikil og hérna, já, bara einmitt eins og þú segir. Þetta er líka trend sem er rosalega sterkt út í heimi og það er þessi sjálfsævisögu skrið í gegnum myndasöguna. Og bara er grípandi og skemmtilegt. Já, einmitt, algjörlega. Hér erum við með jólasveina. Já. Hér erum við svona demant. Demant, já. Þetta er hún Iðunn Steins okkar, hún náttúrulega hefur skrifað fjölmarga bækur hjá Sölkum, Snöru og Töðru og dásamlega bækur. Já, algjörlega. Við ákvaðum að gefa henni svona smá andlitslyftingu. Hún var í svona mjúkum spjöldum og var svona... Nú erum komin í svona klassík. Já, að gera hana svona sígilda. Hún er náttúrulega orðin sígild, hún er náttúrulega 30 ára gömul, sko. Þannig að núna er fólk sem að, þú veist, á sín börn þekkir þetta frá því að þau voru yngri og vilja lesa þetta með börnunum sínum núna. Já, einmitt. Hún var líka ófáanleg örugglega alveg í svona bara 8 ár eða eitthvað og við erum búin að fá svo mörg símtöl fyrir einustu jól. Svo alltaf bara, við verðum að muna endur börnana. En nú er hún til. Já, og er mjög eiguleg og verður bara til, við ætlum ekki að svara fleiri símtölum. Nei, við svörum bara vonum að hlaða upp í trekkja og hún er til. Já, nákvæmlega. Hér er önnur sem speglar aðal áhuga máli. Já, þetta er einmitt líka dæmi að vera alltaf í vinnunni. Þessi fættist náttúrulega bara í veiðiferð, sko, eða þú veist, og tekin ákvörðun útgáfu þessara bókar. Já, og þetta er sem sagt fyrsta bókin sem við skrásettum við annarlega. Já, er það? Já, takk fyrir. Það vissi ég ekki. Nei. Það verið fyrsta. Nei, við höfum ekki. Við höfum verið að þýða kannski ykkur á barnabækur, svona styttri og náttúrulega, þú veist, skrifa kannski hjálpa til í alltaf í ritstjórninni, en hérna, þessi er svona... Þessi er bara skrásett af okkur. Því að Árni hefur ekki tíma til að skrifa sjálfur, því hann er alltaf að veiða, þannig að hann var bara að veiða og með símann í vasanum og talaði. Og svo bara þurftum við að koma svo heim og saman í svona bókaform, sko. Þetta er mjög athyglisverð leið. Já, svo bara heyrði maður bara og bara, nei, hann er á Það var svolítið gaman að fara yfir allar þessar upptökur. Já, við skemmtum okkur mjög vel. Tókum bústaðaferð og svona. En þetta er rosalega mikil vinna. Svo erum við með ljósbrot eftir hann Ingileifu Friðriksdóttur. Eftir draumurinn hennar. Já, við skáldsögum fyrir fullorðna, má segja. Akkurat, mjög falleg kápa. Já, við erum ekkert smá. Sem ég hef áður talað
gaman. Má ekki fikta mikið, Nei, vera helst með reyna alveg hendur, nei. En þetta er skemmtilegt og gaman að sjá hvað henni gengur vel. Já, einmitt. Já. Hún er að skrifa. Svo þið eruð að leggja rækt við nýja höfunda og hér bók eftir Jóhönnu Sveinsdóttur. Sem í umtöluðu skipi sem er komið til hafnar, en við erum komið með nokkur eintök. Já, þetta er ungmennabók og við finnum það að vantar svolítið mikið á markaðinn fyrir vissan hóp af krökkum, sko, og ungmennum, þannig að þetta er svona svarið við því og ofboðslega skemmtileg bók hjá Jóhönnu. Hún er bara svo fyndin og skemmtileg manneskja. Svo líka þessi svona tenging við norrænu goðafræðina. Það er alveg bara, það er mjög margir sem hafa mikinn áhuga á því og við erum spurðar mjög reglulega hérna í bókabúðinni, þú veist, hvað eigið þið sem tengist norrænu goðafræði? Það er gaman að heyra. Já, það er mjög mikið spurt. Sko. Ætlið að sé þá vanrækt? Hingað til? Já, nú erum við. Hingað til? Við erum að sinna þörfinni. Já. Svo er það Anna Rún Frímannsdóttir með bókina Dauðaþögn. Já, fyrsta skáldsaga hennar og svona spennusaga. Líka alveg ofboðslega góða viðtökur og sanna að það glæpasögur með alveg vera bleikar. Já. Bleikar meinir þá skvísu glæpasögur? Já, bara líka bæði. Þú veist, maður sér að maður horfir yfir hillun eins og það eru krimmar kannski einni hillu hérna. Rautt, svart. Já, það verður svolítið einslu og svo kemur þessi bara ding, og svo er þetta bókinar Yrsu komin sem er líka alveg svona fagurbleik. Fagurbleik með sleikjó. Já, með. Þessar eru svo fallegar. Já, þessar eru æðislegar. Þetta er sem að við fyrir náttúrulega bókamessur reglulega og hittum. Já, og þið kræktuð í þessar. Já, það fannst það alveg bara... Já, það eru bara alveg dásamlegar, sko. Þessi, þú veist, kannski með svona hér á hólan er svona, þú veist, kannski ákveðum málefni svona sorg og missi og svoleiðis fyrir börn og svona hvernig þið, þú veist, að takast á við þessar tilfinningar og gera eitthvað fallegt svona úr þeim. Og einhyrningshornið er bara svona, þú veist, mjög falleg saga vináttu og bara elskum myndirnar í þeim og textin skemmtilegur og svona. Jú, sérstaklega íslensku þýðingu okkar. Jú. Þið voruð líka þýðendur? Já. Þið gerið allt, þið skúrið líka. Já. Þetta er rosalegt. Og heldu upp á kaffi. Já. Svo erum við síman og gerum út bækur. Mér langar að líka tala bókabúðin ykkar. Við erum hérna á Hverfisgötunni og það er svo falleg aðstaðan hérna. Og fólk er boðið velkomið. Þið eru með þetta borð hérna, fólk getur sest niður. Þið eru að bralla ýmislegt hér. Já, tarotnámskeið og... Tarotnámskeið? Já, við erum að keyra svona 20 tarotnámskeið. Vá, ok. Við gáum tarotbók fyrir 2 árum, sko. Og já, við erum verið með það og pubquiz. Já, pubquiz og náttúrulega mjög mikið á bókakvöldum og höfundakvöldum. Og svo gerist nú ýmislegt hérna sem má alls ekki segja frá. Endilega. Á neðri hæðinni. Reyndar, það sem þeir eru að tala á neðri hæðinni er myndlistasýning. Já, núna í það er líka verið. Það er ekki skuggalegra en það. Nei, ekki augnablikinu. Þannig að áhugasamir geta komið og skoða teikningar hennar Auðar. Já, algjörlega. Við höfum verið með krakkakárakí líka í flísunum. Ætli ekki að fá hningar til að vera með tattoo? Já. Já, ertum að gera það? Já, nákvæmlega. Ég veit ekki hvað heilbrigðiseftirlitið segir það. Já. Þannig að þetta er mjög lifandi bókabúð. Já. Það sem margt skemmtilegt gerist. Já, við náttúrulega kynntumst í bókabúð Máls og menningar á sínum tíma. Er það? Fyrir löngu síðan, já, vorum að vinna þar báða saman og og það var svona, þú veist, það var svona félagsmiðstöðar feelingur alltaf í bókabúð Máls og menningar og svo fannst okkur svona, svo kaupum við náttúrulega Sölku 2015 og þá einhvern veginn fannst okkur þetta elementi voru svolítið dottið út úr bókabúðunum, þú veist, það væri þetta á að vera svona stað og svo átt að geta komið á og átt að geta spjalla við einhvern og hitt einhvern og náttúrulega fyndið þið náttúrulega sjálfsögðu bækur en þetta á að vera svona lifandi fyrirbæri. Við lítum alveg algjörlega á þannig að við leggjum alveg mikið í að vera reglulega með alls konar viðburði. Skiptir svo miklu máli. Já, einmitt. Eigið þið einhverja lausa stund í sólarhringnum eða? Já, við sofum alveg. Já. Er ekki eins og vissi stjórnmálamenn og farið að sofa klukkan 4? Nei, við getum það ekki. Við erum með líkamlega, þú veist, þurfum að mótnan eru að dreifi búðir og svona, þannig að þurfum að geta lyft pössunum klukkan 8 skilur. Þannig að þið fáið allt út úr þessu starfi. Ykkar ræktina. En svo er þetta, við lifum á rosalega svona, við erum ekki á mjög línulegum tíma, við erum svona ringlaða tíma, þú veist, sem bóksali og bókaútgefandi. Það er svona, þú veist, það eru náttúrulega álagspunktar og svo eru svona rólegri tímar.
á móti. Þannig að við erum svona kannski heppnir að því leyti að við höfum alltaf náð að fara í sumarfrí og svona. Þá eru bara greið höfundarnir og þýðendurnir að... Ég sé ekki betur en að þið séu að gera eitthvað. Já, jú, líka. Nákvæmlega. Jú, en við bröllum ýmislegt annað en að vinna en svona eins og núna þá eiginlega búum við hérna bara. Það er, maður er bara með fataskápinn eiginlega hérna niðri. Já, svona bæðilega hverjum einasta degi þá, eða svona, þú veist. Og svona alltaf opið lengur þegar, þú veist, brjónar jólum. Og svo erum við náttúrulega bar líka, svo það komið líka fram. Bar? Já. Þarna? Já. Já, hérna hér. Ok. Gaman að heyra frá því. Já. Þannig að þetta er bara allt múlíkt. En þannig að þegar fólk segir að bókabúðir séu eitthvað að fjara út eitthvað, þá held ég að það sé kannski ekki rétt. Nei, alls ekki, sko. Nei, er þetta ekki bara alltaf að koma aftur og það er þessi félagslega þörf sem að skiptir máli? Jú, algjörlega. Og svo svona kannski tekur, þú veist, þessu tíma fyrir okkur að, þú veist, að festa okkur í sessi. Þú veist, við erum komið með rosa marga fastakona núna, þú veist, það eru 3 ár síðan við opnuðum. Þú veist, þannig að svona alltaf fleiri og fleiri sem bætast í hérna svona fasta kjarna, sko. Þannig að, þú veist, og þegar við erum með bókakvöldu að reynda að hafa, þú veist, einu sinni í mánuði yfir, þú veist, allt árið eins og kannski vikulega þannig eftir á jólum. Og þá er þetta, þú veist, mikið sama fólki sem bara gengur að í vísu að koma inn á miðvikudagskvöldum. Þetta eru orðnir vinir ykkar. Já, algjörlega. Heldur betur. Já, það finnst mér skemmtilegt að heyra. Er líf bóksala og bókaútgefenda, er það einfalt á Íslandi? Við erum nú á eyju og svo erum við örþjóð og... Sko, við erum alltaf, þú veist, bæði bókaútgefendur og bóksalar og, þú veist, með vinnuþingaleyfi. Þannig að kannski svona ástæða fyrir því að við erum brasa í þessu öllu. Til að bara lifa af, sko. Og erum eiginlega tvær, þú veist, við erum náttúrulega með, þú veist, við erum búin að vera með heppna náttúrulega með starfsfólk hérna í búðinni en þau eru ekkert voðalega mörg, það eru við, erum eiginlega alltaf hérna, en svo eru 2 að vinna hérna hjá okkur núna og hérna, en jú, til þess að þetta gangi upp, þá þarf maður svolítið að bara ganga í öll störf, sko. Þetta er bara eitthvað líf. Þetta er bara okkar líf, já. Svona bara, þú veist, við gerum allt frá því að sjá markaðsmál og bókhald og yfir að keyra út bækurnar og svara í síman og selja hérna ef það kemur túristi og ætlar að kaupa frímerki, skilur, þú veist, það er bara allt einhvern veginn í verkahringnum og svo að ritstýra bókum og sjá samskipti við prentsmiðjuna og þú veist, allt þetta, sko. Og er bóksala, er hún á uppleið aftur? Já, ég held að það sé alveg svona eitthvað gott í gangi núna, sko. Það er góður taktur á þessu ári, held ég. Já, ég held það. Ég held að fólk sé orðið miklu meðvitaðara þú veist, mikilvægi þess að lesa bækur og kaupa bækur. Allavega þeir sem koma til okkar og það er alveg fullt af nýju fólki, sko. Heldur að Storytel umræðan og svona hvað ég segja, bágar endurgreiðslur til höfunda frá Storytel hafi svolítið kveikt í því að fólk sé núna vilja vera til að kaupa bækur? Eða hvað, skiptir þetta bara einhver máli? Þetta er bara 2 markaðir, bara ólíkir. Við prófum alveg að, þú veist, til að byrja með að prófum alveg Storytel og þú veist, og bara svona til að sjá hvað var í boði og við vorum ekkert rosa hrifnir af þessu en við erum náttúrulega líka með, þú veist, við erum kannski minnst í skáldverkum, við erum í, þú veist, barnabókum og þú veist, bæbókum og svona handbókum sem henta kannski þessu form ekki. Þannig að líka kannski, við veljum líka þannig bækur, þú veist, af því þær seljast frekar heldur en kannski. En ég veit ekki hvort svona einn almenni neytandi sé, þú veist, það er kannski, þú veist, það sem mest hefur haft áhrifur væntanlega þessar, hérna, þú veist, með læsi barna og þú veist, þessar PISA-kannanir og allt þetta og svo einhvern veginn vill oft vera þannig að, þú veist, í svona, þú veist, aðeins verra efnahagsástandi, ef maður má orða það sem svo, þá á bókin einhvern veginn meira upp á pallborði hjá fólki sem bæði, sem gjöf og sem bara eitthvað sem þú neytir sjálfur, sko. En svo í miklu góðæri eins og, þú veist, ég meina, við vorum alltaf að vinna í mál og menningu þegar allt var á blúsandi siglingu, skilur, útrás á víkingar og ég veit ekki hvað og hvað, þú veist, þá er það miklu minna upp á borðið hjá fólki, sko. Þá eru bara... Þú horfum inn á við í svona mínikreppu. Svo eins og þú veist, allt þetta, einhver heimsfaraldur og eitthvað, þú veist, þá fór fólk meira líka aftur inn á við og þú veist, þannig að það var alveg... Það má alveg segja frá því, en það var alveg góð tími fyrir bókina, skilur. Það má alveg segja frá því. Já, nokkulega. Ég held að fólk viðhaldi alveg þeim lestri sem að, þú veist, voru að svona venja sig á. Svo er allir svo hræddir að vera kosninga núna og þá myndi ekkert vera neitt áhuga á bókum, en við finnum ekki, það er alltaf bara fullt hús hérna á öllum. Það er ekki fólk að beina athyglinni að einhverju jákvæðu og sniðugu í svona atgangi. Já, ég held það. Það bara haft mjög góð áhrif á bóksölu. Það fer vel af stað, þú veist, þessi Ég held líka bara útgáfan í ár sé sterk, þú veist, bara, þú veist, yfir það heila litið og það hjálpar náttúrulega líka. Að það sé áhugaverða bækur sem fólk vil lesa. Dásamlegt. Ég ætla að fara að leyfa ykkur að lesinast því að það er langur dagar framöndan, er það ekki?
Tja, það kemur í ljós. Það kemur í ljós. Ég var sérst ammali. Já, til hamingju með ammali. Og þannig að ég veit ekki alveg hvað að fara að gerast, en mér skilst að við fáum eitthvað að borða. Já. Og ég átti að vera með sundból, þannig að ég held að þetta verður bara góður dagur. Úlala. Já. Takk fyrir. Takk fyrir annalega. Takk.